Ég ólst upp við trú og ólst upp í sveit og var mikið í kirkju með ömmu og afa. Ekki var mikið trúarlíf heima á heimilinu mínu en ég kynntist Guði og bænum og perlubókunum hjá ömmu sem kenndi mér að biðja og las fyrir mig. Og það fór með það út í lífið og það hafði áhrif á mitt líf. En svo fer maður á fullu í lífskapphlaupið og fer eignast börn og stofna til fjölskyldu. Og ég var á fullu í því og var mjög dugleg kona og svona fór svolítið mikið á hörkun að það sem ég var að gera. En mér leið ekkert alltaf of vel samt. Og þegar ég er á 50 þá stend ég á tímamótum. Og þá líður mér orðið þannig að ég veit ekki alveg af hverju mér líður illa og mér líður illa alla daga og ég fer að leita að lausnum. Á endanum þá kem ég inn í kirkjuna, urðu þáttaskil eftir að ég fór að fara þangað í mínu lífi. Og það gerist þannig að ég á fyrstu samkomu verð fyrir snertingu þar sem er beðið fyrir mér og ég finn að það er eitthvað þarna sem að ég hafði ekki fundið fyrir áður. Vel tekið á móti mér og mikill kærleikur og ég fer að sækja kirkjuna og yfirleitt alla sunnudaga sæki stíft að vera á samkomum og lofgjörinn hafi mikil áhrif á mig. Þegar ég er búin að vera í kirkjunni í nokkra mánuði þá skiljum við ég og maðurinn minn og við tekum mjög erfiður tími og ég baði til Guðs, ég hrópaði til Guðs. Ég var á hnjánum kvölds og morgna heima hjá mér, oftast nær ein, grét mikið og ég gekk mikið úti. Ég átti heima í smáíbúðahverfinu sem er rétt hjá Fossvogsdalnum og yfirleitt tvisvar á dag þá gekk ég þar og grét og talaði við Guð. Og ég held að það hafi verið svona í 3 mánuði þar sem að ég var svona í bataferli og ég fann alltaf meira og meira að það var eitthvað að gerast. Síðan einn daginn í lok október, ég held meira að það hafi verið 28. október, að þá er ég að ganga Fossvogsdalinn eins og oft áður. Og það er rigning og rok og mjög slæmt veður. Og ég er einmitt að hugsa, já ég get grátið eins og ég vil, það tekur enginn eftir því þó ég sé að gráta hér því það er svo mikið rigning. Og ég er svona hálfnuð á göngustígnum og þá finnst mér bara skýin fara frá himninum. En mér finnst bara engill koma niður og með sterku ljós í kring og talar til mín og segir mér að ég þurfi ekki að vera hrædd, það sé allt í lagi og ég fæ þá yndislegustu tilfinningu sem ég hef fundið fyrir. Þar sem að mér fannst allur ótti og kvíði sem ég hafði borið alla mína ævi bara skiptist út fyrir ást og kærleika, bara þarna á staðnum. Og ég eiginlega bara svíf heim, ég tók ekki einu sinni eftir hvort það var rigning áfram eða rok og ég man að ég hringdi í dóttur mína og ætlaði að segja henni frá þessu og hún svarar ekki símanum og ég talaði henni á símsvaran hjá henni og sagði henni hvernig mér leið og hún talaði svo við mig kvöld og hélt ég væri orðin sturluð því ég var svo æst og ég var svo mikið í munum að segja frá þessu strax og síðan hefur líf mitt gjörbreyst. Lífið hefur verið, fullt af kærleika og ást. Ég eignaðist nýtt. Það sem var tómarúm inni mér áður, þar kom inn þessi ást og kærleikur og ótti og kvíði var bara tekið í burtu. Og líka það að við hjónin tókum saman aftur og við eignuðumst nýtt líf, nýtt hjónaband, bara nýtt líf með fjölskyldunni og börnunum. Og meira þess að yngsta dóttir mín, hún var svo uppveðruð og henni fannst þetta svo dásamlegt. Hún er 16 ára þegar við skiljum, þannig að hún tók það mjög nærri sér. Að hún sagði, mamma þú verður að segja öllum frá því þið eru svo mikið kraftaverk. Og ég oft vitna í þetta því að þetta er alveg rétt. Það sem líka Guð hefur gefið mér síðan, það er svo stórkostlegt. Bæði gefið mér mikla hæfileika sem að örugglega ég átti inni en nýtti ekki fyrir að ég opnaði á það. Og þá með Guði og eins hefur hann gefið mér, látið mér drauma mína rætast, hann hefur hjálpað mér til þess
Bæði fór ég í skóla og lærði það sem mér hefði langað að læra lengi, en hafði ekki trú á að ég gæti gert og hafði ekki trú á að ég hefði gáfur eða styrkleika til þess að gera. En svo flaug ég í gegnum það og hafði mikla ánægju af því og það er Guð að þakka. Þegar ég hugsa tilbaka þá hugsa ég gamla lífið og nýja lífið og ég vil ekki skipta. Þó ég hafi ekki átt í sjálfu sér slæmt líf að þá munar svo miklu að hafa Guð með sér og líka losna við alla vanlíðan og finna sig bara í lífinu á nýjan hátt.